Nýlega hefur ný aðferð komið af stað byltingu í erfðafræði. Sú tækni heitir CRISPR. CRISPR er byltingarkennd erfðatækni sem breytir erfðafræði framvegis. CRISPR eða Clustered Regular Interspace Short Paranomic Repeats fannst í bakteríum. Enginn vissi hvað þeir gerðu en þau hlutu að hafa tilgang. Einhver fékk það hugmynd að prófa hvort að mynstri passaði eitthvað annað erfðaefni með því að nota erfðagagnagrunn. Mótmynstur fannst í veirum. Flestum fannst það fyrstu skrítið að bakteríur hefðu mótmynstur við veirur en Francisco álagti að þetta væri varnarkerfið þeirra. Síðan var sett skýring sem var að þegar bakteríur sigra veirur sem hafa sýkt sig taka þeir hluta erfðaefnisins þess og setja því hálfgert ofnæmisminni og ef CRISPR finnur veiruna þá er hann fljótur að finna og drepa veiruna. Í kringum 2012 fundu Emmanuel Charpentier og Jennifer Doudna hægt verið að taka hluta CRISPR og nýta sem verkfæri fyrir erfðatækni. Prótínið Cas9 sem virkar eins og skæri og stýrir ennuna þess sem stjórnar Cas9 sker er notað til að breyta erfðaefni lífvera. Tæknin til að breyta DNA hefur lengi verið til, en þau tæki voru dýr og óaðgengileg og flest ónákvæmari. Með CRISPR var hægt að taka mengin í burtu og setja nýtt inn. Það myndi leysa mörg okkar erfiðustu vandamál, svona brjóstakrabbamein, Alzheimer og mörg önnur vandamál. Sérfræðingar telja samt að það sé fremur langt þangað til, þar sem við skiljum rosalega lítið í erfðamenginu. Jafn mikið á smábörn skilja uppskriftir. Hvers vegna ættum við að fikta í erfðamenginu? Þar sem við skiljum það ekki. Það er eins og smábært fikt í uppskrift. Þar að auki eru mörg siðferðisvandamál sem þarf að leysa, eins og hversu mikið má breyta manneskju, hvernig á að koma í veg fyrir að hver sem gæti ekki gert hvað sem með þessa tækni og að við manneskjur fari of langt frá okkar náttúrulegu mynd. Það er öruggt að ef það séu engar leikreglur þá munu koma þjónustur sem leyfa þér að breyta sjálfu þér og eða barninu þínu. Það hljómar eins og góð hugmynd að hækka greind eða hæð meðalmannsins með þessari tækni, en er það raunverulega sniðugt? Því hvernig vitum við hvaða aukaáhrif það hefði bæði líffræðilega og samfélagslega? Þetta eru vandamál sem þarf að leysa áður en við fáum nægilegt vit á erfðaefninu.